Einn, tveir, einn, tveir, einn, tveir. Red Bullinn í mynd. Ég horfi í þessa, það ekki? Já. Já. Svo hérna með önd... Fyrir aftan ykkur, hérna... Snúruna. Svo með öndunina, hérna, Ómar, að sko, ef þú andar í gegnum nefið, þá heyrist það mjög oft. Þannig að maður svona reynir þegar maður man eftir því að anda mest í gegnum munnin. En maður samt það lekur alltaf einhver neföndun við og við en svona sprengjur, loftsprengjur í gegnum nefið, þær eru ekki æðislegar.
ég náði held ég í þetta, var það þitt? Já, ok. Setti það bara hjá mér, ég skal ekki fá mér. En þú manst að ég sitt, þegar ég tek af, þá sitt ég off, þú sittur bara on aftur. Já. Nú rauða kameran, nei þarna, kamera 1. Svo reyna að, og ég veit að ég, meiri segja ég með alla mína reynslu, ég klikka stundum á þessu, það að vera ekki á miklu yði, að það skiptir rosalega miklu máli, upp á trúverðuleika, að þeir sem eru kjurrir og hreyfa sig hægt, meiri trúverðuleika, já, og átta sig, sko, það alltaf gott að átta sig á því að allar hreyfingar í sjónvarpi verða svo ýktar og sérstaklega eftir því sem myndavélin nærðir. Þannig að ertu ekki líka að hlusta? Já. Eins lítið þú getur og já, en þú ert þannig karakter, sko. Þú ert alltaf rólegur. Þannig að ég held að verði aldrei vandamál með. Nei, en þeir eru ágættir. Þeir eru bara persónueinkenni. En þetta góður punktur, sko. Maður hugsaði ekki út í þetta. Maður byrjar stundu kannski eitthvað. Já, einmitt. Maður að passa sig á þessu, sko. Já. Og auðvitað maður stundu bara rosalega peppaður og maður er búinn með allt mikið kaffi og maður talar alltaf hratt og svona. En að maður getur sko bæði haft vikt og ekki talað of hratt. Það er maður bæði að veita elstu borgurunum betri þjónustu því að þeir kannski bara skýrleiki þarf að vera fyrir hendi til að þeir skilji og svona. En það er líka bara ekstra trúverðuleiki. Ég man eftir því, sko, að þegar ég var í nám út í Bandaríkjunum, þá var í einum áfangunum, sko, að vera að fara yfir föt fyrir sjónvarp, hvað tilfinningar litir kalla út, hvernig bindi þú átt að vera með ef þú vilt þessa tilfinningar. Þetta var bara kúrs, sko. Ég man ekki eins og hvernig þetta var lengur, sko, en ég man að þegar maður var að horfa á bandarísk stjórnmál þá sá maður þetta, rauðbindi einhvern veginn alltaf á okkur. Og ég get nefnt það, sko, mjög, bara hálf mínútu í okkur? Já. Ok. En þú ert ekki búinn að kveikja mækunu samt? Þetta ekkert að legga út hljóðið, það í okkur? Ok. Það var svo skemmtilegt. Já, nú erum við komin í loftið, svoleiðis að Björn, þú tekur intróið. Já, við erum komin í loftið, komið í sæl og blessuð. Ég heiti Björn Þorláksson og við ætlum að færa ykkur leik í beinni útsendingu hér í úrvalsdeildinni okkar. 5. umferð, hörkuleik, en ekki þá viðuregn sem að til stóðað yrði og það tengist reyndar frábærum fréttum. Matthías Imsland, þú ert framkvæmdastjóri
Bridgesambands Íslands og ég baði að koma hingað bara í beina útsendingu til þess að fara aðeins yfir ævintýri nokkura íslenskra spilara á erlendri grundu. Stórmót VFBT í Kaupmannahöfn. Við sendum lið. Hvernig gekk liðinu? Já, sko, þetta gekk eiginlega bara með ólíkindum vel. Þetta mót Völbridge Tour sem hluta atvinnumannaröð sem sama mót og verður síðan haldið fyrir Bridgehátíð á Íslandi núna í lok janúar. Við sendum lið og það gerði sér lítið fyrir og komst í undanúrslit. Eitthvað sem enginn átti von á, var það? Sko, þetta náttúrulega, þetta mót af styrkleika alveg gríðarstert. Við erum að tala að þarna eru bara tugir af bestu spilurum heimsins að spila. Það bara vaðandi Evrópumeistarar og heimsmeistarar nánast í hverju sveit. Já, það svoleiðis. Og það að komast í undanúrslit, nei, við svona fyrirfram að þá var maður svona alltaf að segja það bara okkar á milli. Þá var maður að vonast til þess að við myndum allan að vera í topp 10. Það var svona sem maður var að horfa á, en þetta alveg bara stórkostlegur árangur að komast í undanúrslit, sko. Það bara alveg í skýjónum með þetta, en því miður að þá töpuðum við undanúrslitleiknum og síðan leiknum þriðasæti, en bara það að komast í undanúrslit og svona sterku móti sýnir að við erum á réttri leið. Mér dettur í hug þetta sé bara hreinlega eitt mesta afrek sem íslensk bridgesveit hefur unnið síðustu ár. Það ekki? Ertu sammála því? Já, sko, ef við horfum á síðustu ár, já, við náttúrulega höfum gegnum tíðina verið að ná ótrúlegum árangri í bridgesinum, náttúrulega með heimsmeistaratitil og Norðurlandameistaratitil og titla, en það náttúrulega, við höfum núna kannski undanfarin 6-8 ár ekki við að ná góðum árangri, en núna svo sannarlega vorum við að slá í gegn á þessu móti. Það var þannig að við sjáum það eins og þú segir, þarna eru heimsmeistarar og Evrópumeistarar í hverju liði, og það að Ísland skildi ná að komast þarna áfram og verði í eina af toppsætunum, það er bara frábær árangur. Já, og maður verður svolítið bjartsýnn, sko, og manni finnst eins og það gæti þá heilt undir vatnaskil, af því þú minnist á það að það nefnilega búin að vera svolítið svona, hvað að segja, tvíbent það að vera bridgesar á Íslandi síðustu ár. Við höfum fagnað gríðarlega miklum fjölda nýrra þáttakanda, mikil nýliðun, bridgenámskeiðin fullt og allt það, og bridgesin alltaf að fá meiri athygli, samanber þennan þátt, en svona framistæða þeirra allra bestu. Við höfum verið að svona bíða eftir því að hvort það sé hægt að þjálfa þá upp og hafa svona sterkt pressulið í kringu það, þannig að við getum aftur farið að vinna titla. Og þessi árangur svona kveikir smá von þar, ekki satt? Jú, sko, það þannig að þú veist, það náttúrulega langur vegur ennþá, en það Evrópumót í Ríga í Lettlandi sem á næsta ári. Þar erum við að vonast til þess að enda í topp 8. Ef við endum í topp 8 þá vinnum við okkur rétt til að keppa heimsmeistaratitilinn, Bermudaból. Svoleiðis að það markmiðið núna, það að vera það samkeppnishæfir að við náum þeim árangri. Og þetta kannski gefur okkur svona von. Já, og þetta mót sennilega alveg gríðarlega þýðingamikið sem æfing í því að reyna að tosast upp í deild þeirra bestu í heiminum. Þeir voru að spila þarna strákarnir okkar alla vikuna, koma svo í úrslit eða undan úrslit eða hvað maður á að segja, 4 liða úrslit, að spila í allan dag. Þeir voru að spila hérna, ég held að það hafi verið 5-6.000 áhorfendur út allan heim að horfa á það þarna, eða á þessa leiki í úrslitunum. Þetta tækifæri að taka þátt í þessu móti, það lítur að skipta mjög miklu máli. Það gerir það alveg klárlega. Og þetta náttúrulega frábær æfing fyrir það, vegna þess að þarna erum við að keppa við atvinnumenn sem gerir ekki annað heldur en að spila bridge. Og þarna það líka þannig eins og þú segir, þeir byrja að spila á mánudaginn, við erum bara að spila allan mánudaginn, allan þriðjudaginn, allan miðvikudaginn og allan fimmtudaginn, stanslaust við atvinnumenn á hæstu gæðum. Og þetta náttúrulega svona æfing sem þarft síðan, sko, þegar við förum síðan á Evrópumót, sem kannski 10 daga mót, og þú ert alltaf að spila við góða andstöðu.
Svoleiðis að þetta náttúrulega dálítið öðru sér umhverfi sem við erum hérna á Íslandi, það sem ekki þessi hardcore atvinnumennska sem við erum að sjá úti. Einmitt. Og gaman að segja frá því að næsta World Bridge Tour Masters sem þetta ofurmót, það fer fram á Íslandi. Já, það fer fram á Íslandi, vikun undan Bridge-hátíð. Já. Og það þannig og svo gaman að segja Bogi Bróeland sem margfaldur meistari og örugglega einn af bestu bridgesurum heimsins. Norðmaðurinn geðþekki sem að skara upp herur gegn svindli á sínu tíma? Já, hann til dæmis við verðlaunaafhendingunni í dag og þá kom hann upp og hann hvatti alla til að mæta á bridgehátíð, sagði bara að þetta væri uppáhalds mótið hans. Geggjað. Og svoleiðis að við erum að sjá svona dálítið mikla stemningu með þessu móti og nú bara vonast til að allir íslenski spilar að vera með og skráu sig. Já, þetta semst í janúar fyrst mótið og svo bridgehátíðin í beinu framhaldi. Já. Og opin öllum. Hún opin öllum, já. Einmitt. Drengirnir okkar 6 við færum þeim bara hér og nú albestu kveðir. Þú heyrt í þeim, þeir eru kátir, það ekki, spilararnir? Jú, heldur betur. Þetta er mikið svona búst fyrir það sem þeir hafa verið að gera. Já, þetta eru Aðalsteinn Jörgensen, Birkir Jón Jónsson, hverjir eru þetta? Matthías Þorvaldsson og Bjarni meistari. Og svo Sigurbjörn og Magnús. Já, Sigurbjörn og Magnús sem vanur að vera gestgjafi hér í þessum þáttum. Já. Hann mjög vel afsakaður, þannig að við verðum að reyna að keyra sjóið án hans. Og þá komum við líka að því að það var í rauninni sveit sem skipið er 4 af þessum spilurum ekki sem átt að vera hér í kvöld. Jú, hún átt að vera hér í kvöld. Já. Og þeir reyndar eru með náttúrulega fleiri í sveitinni en því miður og þá kom bara upp svo staða, þeir voru vantið látir og gátu ekki spila sinn leik. Einmitt. Svoleiðis að við verðum að skipta út leik og í staðinn fyrir að kvennalandsliðið sé að spila við Info Capital. Já. Þá erum við að bjóða upp á málingu á móti Team Akureyri. Já, það verður spennandi. Team Akureyri einmitt svo sveit sem að við sáum hér í fyrstu umferð. Þarna komin upp staðan og það verða nú smá skipti í áhöfn okkar hér sem eru að lýsa frá með núna að þakka þér kærlega fyrir komuna Matthías en hann Ómar Olgersson sem sem sagt hann hefur oft verið í íslenska landsliðin í bridge og öllum keppendum bridge íþróttarinnar að góðu kunnur. Hann kemur hér í stað Matthíasar og verður hér með mér í því að lýsa beinni útsendingu eins og Matthías sagði á milli Team Akureyri og Málingar. Og þannig komin upp staðan og þú ert mættur, Ómar, vertu velkominn. Takk fyrir það. Gaman að sjá þig hér. Já, bara gaman að koma og geta hlaupið skarðið fyrir Magga sem út í Danmörku. Einmitt. Ertu sem vel þar? Ertu ekki peppaður fyrir þessa viðureign? Jú, þetta bara gaman. Þetta var auðsótt. Ég kann að tala bridge og spila bridge náttúrulega, þannig að þetta verður bara gaman að taka þátt í þessu. Já, mikill mannauður inn í bridge-hreyfingunni, gaman að sjá hvað menn hafa verið fúsir til þess að koma hérna og leggja þessu verkefni í lið. En það augljóslega hafinn leikurinn og við komum hér inn í 4 spaða. Náum við eitthvað að greina þetta, Ómar? Við vorum komin hérna inn í mitt spil. Já, sínist það nú bara að eiga alla slagina að hinga til. Já, það nú bara þannig. Og það nú ekki hérna. Við náttúrulega sáum ekki spilið í heild sinni hérna, þannig að þetta lítur út fyrir að vera yfirslægir, sko. Já, hann fær 2 spaðslægi viðbót og tígulkóngurinn réttur. Hann gefur einn og lög og einn tígul eða ekki? Einn og tígul. Já. Já, hann gefur engan lög, fyrir ekki. Það er 10 tettur í. Já, einmitt. Það bara þannig. Þannig að við okkur, já, þá eru þarna Páll Þórsson. Það opnað á 4 spöðum. Já, það var þannig. Það náttúrulega nákvæmlega í upphafi. Nei, einmitt. En spilararnir sem þarna í hlut eru Hrannar Erlingsson, Eiríkur Hjaltason í Norður Suður fyrir Málingu. Páll Þórsson, hann hefur svona dottið inn í sumaleiki hjá Team Akureyri. Hann að spila við Pétur Guðjónsson á þessu borði. Og okkur skortir forsendur til þess að meta það hvort að það einhverja líkur á að þetta spil falli eða ekki. Já, ná nokkuð skiptið voru hittborðið, sjá þeir eru kannski bara líka að spila þetta. Já, það mætti reyna það.
ekki séðan svo að fara í slemmu eða hvað hann átti svona í. Einmitt. Það er ekki víst Við að við... sáum örgulega allt spilið þarna á eftir. Já. Það er ekki víst að við séum með tækni til þess að skipta yfir, en ef það væri hægt, þá væri það gaman. Nei, það er komið spil 2 þá. Norður-suður á hættu, austur gefur. Þarna er svolítið að punktum hjá en ásalaus hönd. Já, allan opni nú ekki á einu grandi. Einhverja með 15-17, þeir Páll og Pétur, er það ekki? Jú, Pétur og Páll. Pétur og Páll. Já. Og þá er það spurningin, myndið þú lauma inn sögn á spil suðurs, Ómar? Nei, alls ekki á hættunni. Það myndi kvarla mér á hagstæðum hættum, en nei, ekki á hættunni. Þú myndi mögulega kynna hálfleitina til leiks á hagstæðum. Gegn á eða, jú, allt í lagi með það. Einmitt. Við erum ekki að leggja höfuð að veði á svona spil á hættunni. Sammála því. Nú, líklegasta útspilið þarna er nú bara, já, ég ætlaði að segja Hjarta. Já, hann er í þessum skóla frí ekki ásins, er með ásinn 4. Já, hann er í þeim skóla. Já, hann fær þó oft séns í spilinu ef það var rétt að spila ásinn 4. Það er svona kenningin. Og þetta er betra útspil heldur en Hjartað. Já. Spaðinn liggur 3-3 hjá andstöðinni, þannig að hjá Sagnafa. Þannig að andstaðan mun brjóta sér væntanlega 2 spaðaslagi þarna, svo á hún hjartaslag, hún á 10 slag. Laufslag. 7-8 slagir. Það virkar tiltölulega þægilegt spil fyrir Pál. Já. Ef hann hefði spilað á Hjarta, þá hefðu fríast 3 örgir. Fríast þarna strax. Einmitt. En svo er líka einhver regla, Ómar, að það sé nú ekki alltaf gáfulegt að spila frá Gosa 4. Er það kannski meira gegn litasamningum? Ég myndi segja það frekar í litasamningum. Það væri kannski að gefa frekar á því, sko, í litasamningum. Akkurat. Það eru svona mólar sem getur verið gaman fyrir til dæmis þá sem er ekkert mjög langt komnir í spilinu. Við erum að vonast til þess að svona, þessi umræði og þessar greiningar okkar, þær hjálpi En nú spilar hann væntanlega tígli og það kemur náttúrulega lítið og það var nú hans erfitt að stinga upp drottningunni, þannig að Já, einmitt. Það er auðvelt að sjá það frá okkur séð, en sjáum hvað hann gerir. Já. Þeir hafa spilað þetta spil mjög hratt. Já. Pétur Guðjónsson er mjög hraður spilari. Hendur þetta nú alltaf? Já, og ég held kannski að Páll Þórsson geti líka svona verið nokkur hraður á milli þess sem hann alltaf tekur sína transa. Hann fer upp með drottninguna? Fer upp með drottninguna. Hann er sjóðheitur alveg. Sjóðheitur? Og leggur hann núna niður lauf kóng, kannski. Já, alltaf gerir það ekki. Og hann er núna komin með 5 slagir. Getur reynd líka að taka Hjarta drottninguna og sjá hvort það kemur 3-3. Líklegast að hann skrifi 120 í sinn dálk úr því sem komið er. Spilaði 1 grand plus 1, ekki satt. Jú, hann er komið með 5 slagi, hann er allavega tóið við sko. Það var ansi gaman að horfa á drengin okkar á World Bridge á VAPPI-mótinu út í Kaupmannahöfn sem við Matthías Imsland vorum að ræða áðan, meðal annars vegna þess að grandvariasjónirnar, þær eru orðnar ansi miklar og flóknar og margir að spila veikt grand og kannski mismunandi grand eftir hættum. 10-13 utan hættu eða ennþá veikara eða... Já, það er vinsælt. Einmitt. Eða opna á 5 liti hálit á grandi, það sem sumir vilja alls ekki gera og aðrir er mjög hlindir í, þannig að... Einmitt. Bridgeið er svona, þetta er lífrænt fasi sem tekur endalausum breytingum og er alltaf að þróast, ekki satt? Jú, svo erum við að prófa sig áfram hvað finnst virka best og Einmitt.
Hann fekk yfirslaginu grandi. Einmitt. Það verður nú ekki stór sveifla, líklega. Þeir eru rosa fljótir að melda, bara melda og spila. Fljótir að spila. Við þurfum að hafa okkur alla við. Einföld spil til að byrja með. Það elda þá. Það hefur svolítið verið í svo leikjum, það byrjar oft rólega, svo koma sveiflunar alveg á færibandi. Ég ekki að segja að það verið þannig í þessu líka. Ég held að. Sko þarna gætu verið 2 tapslegir á Hjarta, Spaðakongur liggur ekki. Ef þeir spila Hjörtu þá þeir þurfa að spila Spaða til þess að vinna sitt game ekki sér. Jú. Og býtu nú við, sko, hann opnar í Hjarta, það koma 2 löfin á doppl sem lýsir ósöðum litum og hann segir núna 3 Hjörtu, hann Eiríkur. Eru þeir núna búin að missa á spaðafittinu, sýnist þér? Núna, einnig svo sem sagt 3 spaða og átti hann svolítið velja, hvort hann vill segja 3 grönd, 4 Hjörtu eða 4 spaða. Já. Hvað segir þá sögn? Frekar hann að einblína á að það kemur til greina að ekki 4 Hjörtu líka. Já. Þetta nú ekki það, sérstakur spaði. Átti hann ekki fyrir 2 spöðum, hann var ekki passaður. Hann talið sér ekki eiga nóg fyrir því, Jú, hann var passaður. Sko. Hann var samt passaður. Ég að velta þið fyrir mig hvort að það ekki bara heiðarlega sögn, passaður. Það var alltaf einspilitt makkes, það er ekki talið sér verið alveg í hámarkinu allavega. Nei. En þetta spil fer ekkert mjög vel fyrir norður-suður, sko. Þeir enda í 3 Hjörtum sem reyndar miðað við það þeir spila Hjörtu, þá gott að þeir fóru ekki 4, því mér sýnist að það sé bara 9 slagir. En það eitthvað lítið sem banar 4 spöðum, ef eitthvað. Eru þeir ekki alltaf bara góðir? Ég sýnist það nú vera allavega tölvur séns þar. Já. Það hann geti tromparlauf í borði og hitt og þetta, sko. Já. Nú hann búin að gefa 2 á Hjarta. Gefur hann 1 á spað og 1 á tígul. Já. Stendur þetta slétt. Já. En kannski eru 4 spaðar sko ekki alveg einfalt spil með laufsókn. Það stittablindan og það 1 á tígul. Já, það gæti alveg orðið brekka sko. Það verður eitthvað að gera við tíglana heima. Akkurat. Og hjartað fríast ekki endilega, þannig að þú getur gert allt í einu. Einmitt. Þannig að það ekki alveg hlaupið að því að standa það sko. Kannski bara góðu breyts að fá töluna í bút. Getum við nokkuð séð hvað að gerast á hinuborðinu í þessu spili? Er hægt að sjá það? Annar metti sem svo að þeir eru bara ennþá að melda það. Þeir eru að melda, gaman að það byrjar eins. Það byrjar alveg eins. Frímann stekkur í 4 hjörtu. Nú stekkur Frímann í 4 hjörtu. Já, það nefnilega það. Og ætli Rúnar Einarsson... Það nú svo sem alveg skiljanlegt, sko. Já. Þetta samt svolítið svona soft allt saman. Þú átt ekki fyrstu fyrirstöðu hvorki löfi tíklinni í spaða. Já. Og ef makkar á 2 hjörtu á móti, það munar líklega að reisa hvort þið er. Er það ekki? Það svona, já. Þannig að við erum að fá örlitla sveiflu í þessu spili. 4 hjörtu nú bara fýll samningur sko. Það verður hjartasvíningar líka eða spaðasvíning. Þú mátt gefa 2 hjarta og 1 á tígul. Það er á rétt. Svo lengi sem þú gefur ekki þannig að bæði hjartakóngurinn á vittlust og spaðakóngurinn. Einmitt, akkurat. Þannig að það er alveg þessi reynandi að vera í þessu geimi sko. Það er náttúrulega 7 lit sko. Einmitt. Það er alveg rétt þegar spilir liggur náttúrulega mjög illa með það sem mætti búast við. Ég hef svolítið skynning á þessu dobli að þetta er það lélegu spaði og einspil í hjarta, þetta er ekki jákvætt. Nei, einmitt. Nema þetta makkar eigi gott fitt sko. Já, akkurat. Einmitt, þetta er það er 9 slagi. Það
þessi 3 spil sem við höfum séð, það eru engin svona heljarstökk, það eru engin rússibannar í skorinu, það er Frímann tók náttúrulega heljarstökk hann í 4 en Já. kannski bara ekki heljarstökk beint. Nei, ég er svona meira að vísa til þess að við höfum ekki séð neitt spil en þá sem að kallar á gríðarlegar sveiflur í impum. Nei, þetta er utan hættu, þannig Já. að það eru 140 hinum megin og Já. 50 down. Já. 5 impar. Já. Það hafa sumir leikir farið rólega af stað og svo er orðið allt vitlaust. Það er nú það sem er skemmtilegt við Britsinn að maður veit aldrei hvenær dramatíkin dúkar upp og hvenær ekki. Já. Kannski óþarfi að nefna það fyrir áhorfendur en á að geta að gera það samt að það er algjör tilviljun sem að ræður því hvaða spil eru spiluð og hvernig þau skiptast. Þetta er bara svona ítt á einhvern takkað hana. Já. Þarna fær máling 5 impa. Já. Já. Já, heyrðu hann stóð 1 krant í norður 90. Það hefði verið gaman að sjá það. Já. Ég heldum að það væri lítið að frétta. Já, ég heldum það. Það væri svona líklega grandopnun og Veit. En það er nú alltaf skemmtilegt. Til að grandi báðar áttur og standa, það er alltaf gott. Veit. Og staðan er semst hnífjöfn, 5 impar gegn 5 impum og þá yrðu úrslit leiksins 10-10. Það eru 20 stig til skiptana í þessum leikjum og við sáum áðan að málning hefur verið efst í þessari úrvalsdeild. Já, og Team Akureyri vann fyrsta leikinn hérna Íslandsmeistarana. Alveg rétt. Og svo hefum við ekki gengið vel eftir það, þannig að þeir eru svona í neðri hlutanum. Já. Það er nú fljótt að koma að stíðin í þessu, það er nú reynsla sýnið það hérna úr þessum leikjum. Og kannski líka allt til að nefna það að þóttum hafi ekki gengið vel í þessu móti, þá gekk það nú ansi vel í bikarkeppninni. Þeir voru nála einu spili frá því að vera bikarmeistari. Einu passi. Það er nákvæmlega það. Það var rosalegt. Þetta naga sig í handabökin alla leið norður sennilega. Það er tígull, spaði, pass og 2 grönd sem er gott 4 hérna. Já, þetta er nótægilega nánast allir í dag, þessi 2 grönd, 4 lita fitt við litmakkers. Já. Og svona áskoruna kent. Hann á hins var hans vond spil. Já, þetta er nú ekkit rosalega fallið spil í vestur, sko. Mætti ekki, sko, þótt spaðarnir séu 4, gæti maður ekki bara ákveðið þarna að segja 2 spaða? Jú, svona allavega í mínu stíl, sko, það var þetta ekki nóg í 2 grönd, sko. Nei, ég er sammála. Þetta er svo að það vantar all kontrólin í þetta, þannig að það vantar slægina, sko. Já. Alltaf gott að vita fittinu, en þeir eru... En Frímann hefur náttúrulega ekkert sagt sitt síðast að hann á rosalega góð spil, norður. Og nú er Reynir Helgason, hann er búinn að passa, já, og Vestur líka. Já, mun hann gefast upp núna? Það er spurning. Já, hann telur sig verið búinn að segja nú. Með að dobla þarna 2 grönd, þá var hann að segjast að vera í nær hámarkinu. Hann veit að makkar á hans er lítið, þannig að reyna að kreista eitthvað út úr honum og ef hann hefði haft örlítið fallegra þarna 5 punta í söður, þá hafði hann líklega sagt 4 hjörtu. Sagnaði munsamt. Til dæmis einspil laufi og hérna, laufdrottningin væri ekki svona illa staðsett. Akkurat, en sagnaði munsamt gefa út svolítið tölu, sko, því að hérna, þetta er svo vond spil sem hann er að spila 3 spaða á í austur-vestur. Andstæðan með fá alveg hellingaslögum. Já, þetta er marga niður. Þetta er marga niður. Hann gefur sko Nú er smá hætt að hann taki Áskóng í hjarta laufi og tromslag. Svo Áskóng í hérna, laufi, þetta er drottningin og svo fara stunguna. Já. Þannig að hvað fær hann þá marga slægi? Örninni? Já, auðvitað, einmitt. 13?
Já. Nei, hann í 3, já, ekki 4. Það ekki 6 slag í vörninni. Hann mun væntanlega alltaf leggja niður ásinn því hann veit ekki að það er drottning önnur þótt fjarkinn bendir til þess að þetta sé tvíspil eða 4 litur sem ólíklegri í stöðunni. Það er ágætt að nefna það fyrir þá sem eru styttra komnir að þetta er svo lengdarmerking, lágt hátt er slétt tala. Og þegar spila kóngnum, það er svona beðnu lengdamarkeringu, þetta er svona taktík sem er talningu. Varna taktík. Leggja ekki niður ásinn, það beður kall. Já, einmitt. Það er svona kóngurinn í miðju spili. Nú spilar hann hærra laufinu sem er hliðarkalla því hann vill hjarta. Nú vill hann hjarta tilbaka. Og ef Grant er skoðað í deildina bestu þá hefur hver einasti hundur, hver einasti pippi, hvert einasta spil segir einhverja sögu. Þetta var vanda hjá Frímann að gera þetta í þessari röð. Einmitt. Nú tekur hann hjarta á sinn og spila laufi og nú getur hann trompað með drottningunni. Nú upphefst drottningin. Já, en við fyrstu sín leitið út eins og þarna kemur það sem við köllum uppercut. Uppercut, sko. Þetta er fallegt. Ef hann hefði tekið áskongi hjarta verið að flýta sér þá. Og sjáðu, sko, þetta er svolítið sveifla vegna þess að það er 140 kall á hinuborðinu í 3 hjörtum sem er sennilega besti árangur sem Norður-Suður gatt. Já, þá komum við aftur að því hvort það var ekki nóg að segja 2 spaða hérna í vestur. Já, þú átt ekkert kannski fyrir 360. Nei. Endilega. Við erum sammála það að Guðjón Sigurjónsson, Gauji vinnur okkar, hann hafi fengið sér aðeins og vel af kaffinu áður en að notaði tökuna. Þannig að fór hann 300 án. Já. Og það eru 5. Tölna hinum einn, þannig að þetta tap ekki nema 4. Það eru 4, já. Einmitt. Þannig að hér er komin forysta, Team Akureyri, einir norrlensku félagar okkar. Þeir eru að vinna leikinn sem stendur með 9 stigum gegn 5 sem myndi veita þeim 11,28 stig af 20, hinn fá 8,72. Já. Það er þó allavega einhverja svona litla sveiflur. Það er betur en að öll spili falli. Við viljum sjá svona einhverja sveiflur. Já. En þetta gengur ansi svona hratt og glatt hjá. Já, þeir eru fljótir. Stefnir í að við verðum komin. Guðjón og Rúnar er nú alveg sérstaklega þekktir fyrir að vera mjög fljótir að spila. Einmitt. Við verðum kannski bara komin. Ég hef nú verið með þeim í sveit og þeir hafa oft að býja eftir okkur í hálftíma í uppgjörinu, sko, í kaffistofunni. Akkurat. Ég hef búin að segja hérna fjölskyldunni, ég kem ekki í mat fyrir en 8:30 í kvöld en kannski verður bara 8:30 ef þetta verður með svona miklu hraða. Já. Já. Það er ekki mikil bið svona milli spila, þetta er bara eins og við viljum hafa þetta. Já. Þarna gefur Norður-Suður á hættu, hann mun byrja á 2 pössum og þá dreifur til tíðinda. Já. Hann á 19 punta. Já. Hann er að hugsa hvort hann að byrja á 1 tíkla á 4 hunda. Já. Eða hvort hann að meta þetta sem grandhendi. Já. Hann er að velta þessu fyrir sig. Og upphefja hana í 20 punta mögulega. Það myndi hann ekkert vilja kynna hann 10 endilega til sögunar en það. Nei, alls ekki. Þó að það svona kerfislega væri kannski sögnin. Já. Það er ýmsar hugmyndir, opna 1 laufi og reversa svo í hjarta. Oftast 5 lauf og 4 hjörtu. Já. Eða hvort það væri skára með, þetta er svona vandrað típur oft þegar maður á 4-4-4-1. Einmitt. Man nær aldrei að lýsa þeim alveg fullkomlega endilega. Nei. Og við sjáum. Þeim að vera með flott. Og við sjáum. Fancy kerfi fyrir það. Einmitt. Og við sjáum það að það vinnst ekkert game í þessu spili, hvorki á hendur austur, vestur, nýja norður, suður. Nú er komið að Frímann að vera með lélegu spilin, alltaf eru óhefnir hann á norðamenn, annar er alltaf rosalega góð spil og hinn rosalega léleg. Einmitt. Ætli, það vinnast 2 spaðar í austur, vestur og 3 tíklar, er það ekki það? Og 3 hjörnur, já, er þetta ekki þannig? Alltaf vil ég setja bensinni í botn með 3 spöðum, nú er hann allavega hagstæðum hættum, þannig að kannski hindrar hann á 3 spöðum. Er það ekki alltaf leið? Jú. Það er svona standardinn að það er út mjög léleg spil, kannski 0-5 punta eða eitthvað svo leiðis. Já. Og fjólita fitt. Allt í lagi, þú farið 50 eða 100 dán, það var verra eins og áðan þegar þú fórst 300 dán. Já, það var. En hérna, við sættum okkur við 50 kallana. Já. Til að gera líka anstæðingunum erfitt fyrir. Það besta sem reynir Nú doblar hann alveg
nánast örugglega og hinn mun til að hitta á eitthvað fitt í einhverjum lit þarna og núna 3 liti og hinn mun taka út í 4 lauf er það ekki? Já, og það leggur 1 niður en mér sýnist að 3 spaðar hefðu líka farið 1 niður þannig að þótt þetta sé allt saman mjög eðlilegt og vissuleiti skynsamlegt þetta sagnferli þá hefði verið betra að passa. Hann gefur 2 á tígul og 1 á hjarta. Þannig að stendur þetta slétt. Nei, býtu, hann stendur að slétt, já. Já. Ásakaðu. Það lítur þannig út með stóðst. Já, Áskongur hann það er ekki stunga í tígli. Nei. Þá er þetta bara bridge eins og hann getur orðið bestur hjá þeim Frímanni og Reyni. Þetta er það mesta sem að hægt að ná út spilinu. Algjörlega. Og miklu betri samningur heldur en tíglarnir þótt tígurinn liggi nú þannig að það hefði kannski ekki skipt öllu máli. Bara þetta er úrvalsbridge, ekki satt? Jú, þetta er bara mjög góður samningur. Já. Og ekki ólíklegt að þetta beri að svona, en hugsanlega beri þetta öðru, sagði ef að ákveður á sína þetta sem grandhendi. Það er ekki víst að enda á sama stað. Nei. Það er svona helsta vonum svingið að... Ætli tæknimaðurinn okkar geti hent okkur yfir á hittborðið sjá hvernig þetta spilar að fara þar. Já, hann fór allavega í 5 lauf. Já. Og þau eru dobluð. Þannig að þarna er dágóð sveifla á leiðinni inn fyrir tím Akureyri. 200 + 130, hvað það margir impar? Þeir fara í 5 lauf. Já, 5 lauf dobluð. Þeir eru á hættunni. 200 + 130, hvað það margir impar? 330 er ekki 7-8. Já. Þannig að norðanmenn eru að herða tökin á Sveit Málingar í þessum leik. Já. Og þeir ætla bara ekkert að vera neitt mjög lengi að því heldur. Þar fóru þeir í 5 lauf yfir 4 spöðum. Já, varstu búin að sjá sagnir sem betur við þessu? Sá það svona, þeir konur í 4 spöða. Já. Það var að minnsta kosti 2 niður. Já, þá kemur að því þeir eiga ekki nema 8 spila fyrir 1, sko, að fara upp á 5-6 stig. Það er svona. Það er djart. Já. Svo verður nú að minnast á það að... Það var ekki marga tapslægi þannig í söður, náttúrulega, en hann fekk lítið sem nýttist á móti. Ekkert mjög mikið. Alveg rétt. Og svo verðum við nú stundum að minna árundur á það að við erum eins og þið, að við sjáum hér allar hendur þegar maður er við borðið, þá nýtur maður ekki þeirra forréttinda. Einmitt. Það gengur greitt fyrir sig hjá Reyni. Það er helst hann að hafa áhyggjur að tígullin hafi legið eitthvað illa, en... Einmitt. Það væri eitthvað stunga þar. Eigum að prófa að fara yfir á hittborðið kannski og sjá hvernig þeir hefja sagnir í næsta spili ef það er komið á legg. Nú hafnar hann á 11 púnta í einu tígli. Allir myndu nú opna einu tígla á þessu spil. Já. Nefnum að væri með svona veikt grand. Einmitt. Dobl, 1 hjarta, 3 spaðar, einhvers konar áskorun og hann tekur henni ekki, en það var ekki ágangur á doblun hans. Það nátti algjört lágmark fyrir því. Já, hann myndi gefa 2 tígul, 1 á hjarta, 1 á lauf. Þetta er svona stílinn með dobli, sko, myndið þú dobla á þetta að passa? Það er 11 púntar. Ég held að heiðarlegasta... Utan gegn á? Ég held að heiðarlegasta svarið sé að ég myndi stundum passa og stundum dobla. Já. Skilur hvað ég á við? Ég held, sko, ég mitt að stílinn sé svolítið að láta sig hafa það að dobla þegar þú ert í vafa. Já, einmitt. Utan hættu allavega, en það getur farið illa þegar þú ert á hættunni og það kemur réttdobl og þú ert lengi ekki til að fara í.
Nei, og það að eigi ekki fjórða hjartað getur verið dýrt þegar þú átt svona lítil spil. Já, einmitt. Og akkar kannski fer í 4 hjörtu yfir einhverjum eða ná hérna. Einmitt. Þarna stoppa þær í 3. En ég myndi meta þetta sem svona momentum, eins og sagt, sumi britsarar, þeir eru bara eins og róbotar, þeir spila alltaf sama britsin, en aðri spilarar, þeir svona spila svolítið eftir tilfinningu, eftir andstöðinu, eftir í hvernig staðin í leiknum er og svoleiðis. Akkurat. Hvar ert þú sjálfur? Svona, þetta kerfis kallinn sem þetta er oft svona tilfinningin einmitt við borðið og horfa á hættunar og svona, jú. Einmitt. Þetta er ekki alltaf allt klippt á skorið, sko. Nei, það er oft 2-3 möguleikar, sko. Einmitt. Þannig að svo líka kannski við Íslendingar ekkert rosalega vanið í að hugsa hvernig er staðan eins og Bandaríkjamenn, maður sér það að spila rosalega vilt eftir því hvernig staðan er í leikjunum, þeir spila svo mikið á knockout leikjum. Já. Það sem þú bara ferð áfram ef þú vinnur, ekki ef þú tapar, þá verður spilaverkan ennþá viltari. Einmitt. Við erum kannski ekki alveg vanir að hugsa þannig. Nei. Og svo er annað sem að er spilað svolítið ennþá utan landsteinana sumstaðar, það er borda-matsleikir. Eru þeir ekki alveg dauðir í öllu íslensku britslífi? Við vorum með svoleiðis mót fyrir Norðan og Akureyri. Við reyndum að spila það er bara langt síðan, sko. Í BR svona, það er mjög langt síðan, og líka Patton-mót, það sem var svona sambland af impum og borda-mats. Já, það var svolítið skemmtilegt. En jú, við erum alltaf að vöna þessari venjulegu sveitakefni, en borda-mats formið er einmitt. Þá ferðu bara eins og í Ryder Cup, þeir sem voru að horfa á golfið, það er bara sigur, jafntefli, tap í hver einasta spili. Já. Það er svona einfalt form svolítið. Mjög. Og skemmtilegt. Einmitt. Þú ert, þessi 2 form sem við spilum hér á Íslandi sem er bara svona mjög oft svona monradmót, sveitakeppni og tvímenningur. Í tvímenningi þá munar öllu hvort þú ert með tíkall yfir. Eða ekki, en sveitakeppni er svona meiri öryggisspilamennska og kannski meiri vísindi á meðan hitt er svona áhætta verðlaunuð og það er einmitt að lesa salinn. Ert þú meiri sveitakeppnisspilari en tvímenningshaukur? Ég myndi giska á það, en hvert er svarið? Mér finnst bara bæði mjög skemmtilegt, sko. Líka, en við spilum miklu meiri, sko, í dag spilaði miklu meira sveitakeppni. Þú gerir það, já. Það er svolítið öðruvísu hugsun í tvímenninu, sko. En það er kannski misskilningur sem margir halda. Þá á maður að fara mitt varlega, sko. Þú mútt taka sénsinn í sveitakeppninni þegar það er gamebónusinn. Já. Í tvímenninu þá er einmitt, sko, gerir ekki til þó þú fáir 150 í einu grandi, sko, en líður ekki vel með það í sveitakeppni, sko. Nei, kannski ef það er tæft hvort þú fær 8 eða 9 slagi, þá er 150 oft ágætt í tvímenning, sko. Það þarf ekki að rjúka í allt. En kunstinn er tímasetning á hættu. Svolítið þannig. Já, einmitt. Heyrðu, en nóg af því, hér kemur nú spennandi spil. Staðan er 17-5, við kannski mistum að hann dattinn alltaf svingi á þann. Já. Það var 8, bara. Já, nú er þetta komið upp í 13,5 á móti 6,5, þannig að það er alveg forskot, sko. Það er alveg komið með 12 impa í forskot. Þetta eru svo fá spil, þau eru 14 eða ekki rétt hjá mér? Jú, þetta er rétt að byrja. Já. En þarna er náttúrulega, býttu nú við. Það eru skemmtilega skiptingar í þessu. Já. Já, hvað gerir maður núna í austur? Út 8 púnta. Skrýtna skiptingu, það var neyðistöld til að 2 lauf hefði verið, sko, betri spil en þetta. Kramurhring. Já. Og 8 eiginlega ekki fyrir 2 laufum, það er svona, þurfti að vera allavega 10 púntar. Þetta er mjög skiljanlegt, þannig að það allavega stopp í hjarta. En hvað finnst þér 2 hjarta sögn Suðurs? Er hún nóg? Spyr ég nú bara. Það haldið að það væri allt til að endra þarna í 3 hjörtu, en hann kannski hefur það með sér að það er búið að segja grand þarna onni. Já, og kannski ætlar hann einmitt að hækka í næsta sakring ef hann getur það. Já. Hann hefur kannski ekki vonaði að sagnir muni þróast mjög hratt, en þá koma 3 hjörtu. En svolítið þess að 3 hjörtu. Ég hef bara skotið á 3 grand beint, hefur ekki verið saman að því. Jú. Ég segi grand og þarna
góðan tígur og lauf á sinn. En andstæðan myndi taka fyrstu 8 slægina í 3 gröndum. 6 á spaða og 2 hjarta. Á spaða. En það nú samt samningurinn eins og þetta lítur út fyrir að vera núna eða hvað? Já, ég myndi að núna Norður Suður aldrei búin að segja spaða. Það alveg með ólíkindum. Og auðvitað búast við hjart út. Tilbúinir í það. Já. Þannig að hvort mun hann spila út spaða? Hann spila náttúrulega hjart út og kongur og svo fissar hann bara í spaða og það taka 6 á spaða og 2 hjarta. Það nefnilega það. Það 4 dán. Það er 400 kall. En sko, það vinnst ekkert game í þessu. Fyrst hjartadrottningin 3. öfug í Norður-Suður. Ég held að séu 10 slægir í lálit í östu og vestur. 5 tíkla. Það gefur bara 1 á spaða og 1 á hjarta. Vinnast 5 tíklar? Já. Hann átti einspil í hjarta. Já. Pétur. Einmitt. Það vinnast 5 tíklar. Já, hann fissaði strax í spaðagósa. Þannig að eiga 600 kall og gefa 300. Það ekki að fara að gera neitt annað en að taka hann þess að 6 á spaða. Nei. Villingu tímans. Þannig að eiga 600 kall í spilinu og gefa 300, það hróðalega niðurstaða. Já. En þetta oft skiljanlegt, sko. Þeir eiga stopp í litnum sem sagður. Já. Þannig að þeim nú orkun að reyna þá. Já. Í 3 grönd, sko. Jú, þeim einhver vorkun en niðurstaðan eiga síður ekki góð. Nei. Ekki góð. Gætu við flakkað yfir á hittborðið og séð hver lokasamningur? Mögulega hefði eitthvað opnað á spöðum hérna í suður, þá fer þetta allt öðruvísi, sko. Já. Hann ekki þótt hann eiga fyrir því og með fjólita, suður byrjaði að passi, þá stundið því. Þetta spennandi, þeir eru enn að melda, tígull, hjarta, pass, 3 hjörtu, eins og okkur fannst nú kannski betri sögn. Og þetta alveg fullkomlega meldað, sko. Já, þarna sagði hann ekki 1 grand, hann ekki litist á. Nei, hann gerði það ekki. Alltaf að sjá hvað gerðist. Hann hugsaði með mér, hann hugsaði með sér að hann geti kannski bara lýst bílunum sinu síðar. Komið 3 lauf í næsta hring eða eitthvað. Það tækifæri kom með því að vestur... Já, þetta gengur allt öðruvísi. Já, þetta málningar að fara á gott sving þarna. 600 pluss 300. Það 900. Já. Þannig að sko þarna fer nú bara leikurinn, hann jafnast bara í þessu spili geti ég trúað. Já, þetta ekki bara 14 einbar. Já. Svona fíkur fórustan stundum ef menn gæta sín ekki. Já. En já, grandsögnin. Nú Rúnar hef ekki þótt neinn sögn vera góð þarna en að ákvað segja pass. Já. Sjónamið. Já. Sumir segja nú þetta sé erfiðasta sögnin í Brits. Það það nefnilega. Já, að segja pass. Samanber þetta sem vorum að ræða áðan með bikarúrslitaleikinn og þar var, við segjum að það er munað 1 passi. Já, við vorum nú með mót hérna einu svona í Landmannahelli árum saman og þar var Sigurður Sverrisson heiti með sko passnámskeið fyrir spilara. Hann var, því að menn voru svona ekki neitt góðir að passa þar. Nei. Þannig að Já. Rúnar hefur farið á passnámskeiðið. Það er nokkuð ljóst. Einmitt. Ég var einu svona að spila við Pétur Guðjónsson sem að spila þennan leik. Við vorum makkarir í mörg ár og stundum sýndan tóna Antoni Haraldsinni vittlisunda mínar. Af því að ég var nú sérstaklega framan og miklu lélegri en Pétur og var alltaf að gera einhverja vittlisur. Og hérna stundum voru þær sem sagt sýningaratriði og einhvern tímann leit Tóni yfir sko heilt kvöld af vitleysum sem ég hefði gert og sagði, já, hann náði þarna 2 góð pöss. Hann átti 2 góð pöss. Bestu spiliðinn. Já, það voru bestu spil. Þarna eins og þú sagði, þetta eru 14, býttu var það 400? Á hættunni. Það var 4 dán. Já. Já, það var 4 dán. Við heldum að það væri bara 13. Voru ekki 6 á spá? Og 2 á hjarta. 2 á hjarta. Það var 8 slæði, það var 4 dán. Já, akkurat, einmitt. Já. Það er langt liðið á daginn. Þeir eru bara málningamenn koni núna 3 umpum yfir. Einmitt, ekki lengi að breytast. Þeir eru ljótt að breytast og það var akkurat hálnaði með leikurinn. Einmitt, og áfram heldur fjörið, það bara opnaði á 4 hjörtum og það er oft meiri fjöri í svona að það fyrir líða á setjanhlutan í þessum leikjum. Ég tek eftir því. Einmitt. Og
Hvað heldur að Suður muni melda? Fjóra spaða eða finnst honum hann eiga of lítið til þess að segja bara 4, mun hann segja hvað á hann að gera? Þetta nú alveg sakproblam. Þetta svolítið erfitt, já. Svo náttúrulega liggur spaðin í kassu. Finnst þú ekki eiga fyrir að fara einungis í 4 spaða? Ein hugmyndin væri að segja 5 grönd, segðu besta litiðin og ef hann segir 6 laug og bara 6 tíkla. Já. Hvernig líst þér á það plan? Mér líst ágætlega á það plan. Ég held að það sé erfitt að hann segir bara beint 6 tíkla. Hann veður í 6 tíkla. Hann mun aldrei vinna þá. 2 dán sannlega. Já. Gefur allavega 1 á hjarta. 1 dán bara. Spaðaslag. Já. Já. En já, ertu sammála þessu dobli þarna í norður? Eitthvað verður ekki að gera eitthvað, þú veist. Það er verið að vaðið við að skýta skónum. Ég er ekki alveg sammála því, sko. Svona... Ef þú ert að spila við makker, sko, þeir eru búin að spila saman í 100 ár. Það á að vera svo gott traust hjá þeim að Frímann á að geta vænst þess að Reynir dobli með 8-9 púnta. Í bakhöndinni? Í bakhöndinni. Ja, þarna á hans stutt hjarta. Já. Ég hef svolítið sammála með þessu, sko. Þú vilt oft fara í 4 spaða yfir 4 hjörtum. Ef makker á lítið þá kannski leggur það dán en 4 hjörtu það og veist aldrei hvort það stendur eða ekki. En í annari hendi þetta svolítið óþægilegt, samt. Já, svo passið erfiðast og það getur líka verið vitlaust, sko. Já. Það getur verið vitlaust. Já. Já, Reynir svolítið vorkun að skjóta á þetta. Já. En þetta eru bara 7 hjörtu og hann hækkar þau, hann lætur eins og hann eigi 8 eða hann eigi 7-4 eða eitthvað svoleiðis. Er ekki rétt hjá mér, er þetta ekki bara 7 hjörtu? Eða voru þau 8 í vestur? 1, 2, 3, 4. Það er ekki 8. Þau eru 8. Já. Ok, það er allt eðlilegt þar. Já. Einmitt. En já, svo kannski Suður mátt hann hugsa, kóngin annan í hjarta, það nýtist ekki. Einmitt. 4 hundar í spaða. Akkurat. Getur nú verið að sé 1 tapar á hjarta, þá þarf makkar eiga allt hitt. Já. Þetta er bara erfitt, það gerst, það var líka undirmelding að segja 5 tíkla eða 4 spaða, sko. Já. Þetta er bara erfitt. Þetta er nýþungt. Það hindrar en það virka nefnilega. Þú fengið að melda þetta í friði, en ef þú opna á 1 hjarta, þá þau geta komið styrknum komar að og gert þetta er bara erfitt ofta að eiga við hindranir. Einmitt. En ef þú ert sammála doblinu hans Frímanns í norður, er þetta akkurat sá lámarspunktafjöldi og svona svo lélegasta hönd sem var hægt að vænta? Jó, allir ekki. 13-14. Eitthvað sliðis. Já. En hann náttúrulega meldi þetta aðalega á Shape líka, vonast til að fara í 4 spaða að makkar á. Þó hann eigi eitthvað lítið, 8, 9, 10 púnta og kannski 4-5 í spaða, þá getur þetta farið bara langt, sko. Einmitt. En þetta er náttúrulega hugrækir menn og þeir melda oft djart og það er bara gaman að sjá að sakstílinn hjá Reyni, hann hefur ekkert breyst síðan hann var 10 ára gamall. Gaman að sjá hvernig eiga við þetta á hinumborðinu, þetta er ekki döðvelt í alls ekki. Suður, sko. Ef við kannski að biðja tæknimann að snú okkur þangað, það liggur alveg fyrir að þessi samningur mun ekki það er 4 hjörtu, hann sagði pass einmitt með norðurspilinu, Eiríkur Hjaltason. Hann sagði pass. Og þá kom pass og dobl og pass og 4 spaðar, pass og þarna er bingo. Þarna, hann hefur metið þetta ekki sem nóg. Við vilja kannski 15 púnta eða eitthvað. Það er svona alveg aðeins meira. Það var svolítið lítið. Þarna er risasveifla en það er líka dálítill ægi hjá Eiríki Hjaltasyni, þetta er eiginlega 2-faldur ægi. Já. Fyrst að segja pass og svo að segja ekkert meira en 4 spaða með öll spilin sem hann var með. Já, það er svona skiljanlegt. Hinn gæti líka verið að dobla bara á stuttlitin og venda makkar og var í bakhöndinni. Dobla á spilið þeirra beggja, mögulega líka. Það er að melda þannig í bakhönd dobl, það er ekki einstert og að dobla beint. Einmitt, en þarna eru 10 imbar þannig að nú eru leikar heldur betur að snúa. Að skora 25 hérna í 3 spilum. 3 spilum. Og allt í einu er þeir búin að snúa skorinu, það sem áður var 13,72 fyrir hina er núna orðin eign tímabundin að vísu. Ekkert spil hefur fallið nema fyrsta spilið. Einmitt. Þetta er bara brjálað aksjón. Ég myndi bara að segja frábært sjónvarp. Já. Þarna var passið gaf aftur vel að passa
þegar þú varst í vafa hvað átt að gera, þá passið aftur vel. Nú þannig austur-vestur og hættu norður gefur, ég nú svolítið hissa á því að sjá, það sannlega út af 3 spöðum sem hann, það ekki ákveðið að opna 3 tíglum eða eitthvað svoleiðis. Ekki út af því að hann á 3 spaða, getur það ekki verið það? Það er alveg hugsanlegt. Finnst það vera bara of fallegt í 3 tíglu af eitthvað er. Myndi halda að makki væri að búast við ennþá verið spilum með 3 tíglum. Sumir nota 2 grandasögnina ekki sem punktastyrk og balans heldur einhver svona öðruvísi hindrun heldur en að opna 3 lögum með 3 tíglum. Hrannar hann nú enga smá hendi hana. Svaka lúka. Í söður. Þannig eru bara bullandi 6 lauf og 6 tíglar og enginn getur hreyft við þeim. Já, það... Nú er spurning hvað hann gerir. Hann fær 3 tígla á móti og hann er með svona fínt tígufitt. Er hann ekki bara 4 spaða? Já, stutta spaða og til í allt. Já, þú átt í hámarki. Já. Þannig er hann að segja sko, það kann að hljóma undarlega þessi sögn hann að 4 spaðar. Þannig er hann að sýnast þegar stuttlit og er rosalega sterk spil. Betur en að stökka til þessi 5 tígla eða. Já. Og hinn átti ekki fyrirstöðu í laufi, þannig að hann hleypur fram hjá henni og meldar 5 tígla. Já, hann telur sér bara eiga í lágmarki fyrir 3 tíglum. Já, en þeir komast ekki í slemmuna. Við sjáum að hún er ansi góð. Drottningin hefði þurft að vera í tígli 3. eða 4. í bakið til að hann myndi ekki vinnast. Við viljum verið þessari slemmu, er það ekki? Jú, þegar drottning og 2-2 þá er þetta mjög tæft, sko. Jú, sjálfur sér. Og þegar þú átt gósan og það er örlítið líklega að drottningi detti blönkað önnur heldur en hún sé 3. sko. Er það ekki? Já. Og ef hún væri 3. þá myndir þú ráða við hana með svíningu ef aðrar upplýsingar í spilinu, ef hún er rétt. Já, ef þú ert á hitt á það. Spilinu benda til þess. Svo er eitt þarna sem bendir til að liggi kannski ekki vel, það er þessi 2 spaðar. Það var ofta eitthvað staða stuttlitur. Reyndar. Og hann spilar upp á, já. Það var ekki ólíklegt að liggi 3-1, sko. Einmitt, þarna spilar þetta svona. Þetta er reyndar, ég skil ekki þetta spilamenn, sko. Jú, hann er alveg safe svona, sko. Já. Það er nú ekki alveg safe, en... Ég er nú ekki alveg að ná þessu. En nú fer hann bara í laufið og rúlar því upp. En sko, var það hætt, gat ekki laufilegi 4-0? Býtu, já, gefur hann aldrei neitt hjartaslag núna? Nei. Vörnin gleymdi að taka hjartaslag. Tók ekki hjartaslagin. Ok, ef að skipta yfir á hittborðið og sjá hvernig þeir fara með... Mata sem svo að það kostaði ekki að gefa hann á drottninguna, það náð þá bara rest. En það var ekki alveg kannski. Þarna fara þeir í 6. Það er opnað á 2 lögum sem eru fjöldjöfull og þar inn í því eru veikir 2 í tígli. 2 grönd spyrja, 3 tíglar segja ég á 6 tígli, 4 tíglar setja litinn og spyrja ása í leiðinni, er það ekki? 4 grönd, 2 ásar og ekki drottning. Já, þeir eru með þarna kallast Minorwood. Akkurat. Og þá bara spyrum ása lit makkæs. Og þá bara stekkur suður í 6 tígla, finnst að hann tekist vita að makkarna segi ás, kóng, 7 í tígli. Ef það hefði verið ásinn 7 í tígli og spaða ás, þá er hann ekki jafngóðum málum. En kannski eru þeir sko ræddir að opna ekki, maður veit ekki. Já, hann telur það að þá komist illa að þessu hvort þið er, hann að líklega ásarnir séu í sexlitnum. En þeir ná heldur betur að krafla í bakkan núna aftur. Það er bara risa svín. Það má bara ekki svína, sko. Nei, heldur hann gerir það? Með engar upplýsingar? Nei, nú er ekkert komið inn á þetta. Nei. Þá yfirleitt bara toppað, sko. Já. Reynir Helgason er alveg ótrúlega skemmtilegur spilari. Jú, fyrir utan það að hann þarf það að svína first round, sko, ef hann ætlar að svína, þannig að gera það ekki. Trompar, nú verður hann neyðist hann til að toppa. Já, akkurat. Hann er ekki að fara að svína
ákveða það. Ég er nokkuð viss að stendur þetta. Já. Og fær sennilega alla slæðina. Nei. En hann hefur ekki hennar lúksus núna að spila fyrst á ásinn og aðtók hvort að drottningi kom í. Einmitt. Og ákveða svo hvort hann ætla að svína. Einmitt. Það verður bara að taka það ás og gang. Já. Og einmitt að því að hinn kom ekkert inn á að gerði neitt. Já. Það var engar upplýsingar Nei. Að liggja eitthvað ójæmt. Sko ef hann gerir þetta svona þá fer hann 7 á tígul og 6 á lauf. Það eru 13 slægir. Já, hann tekur alla. Hann skrifar 9:40 í sinn dálk á móti 4:20. Já. Ef allt er eðlilegt. En mér finnst hraðinn í þessum leik alveg gríðarlegur. Já, þeir spila hratt. bara allir með gulan braga á styrum, sko. Palli, ég hef oft spilað á hann spila líka hratt. Já. Já. Þetta maður þarf að hafa sér allan við. Einmitt. Já, eigum að... Nú, hann þarf ekki að velta svo mikið fyrir sér. Nei. Þetta spils í búið, sko. Já, það er búið núna. Ef að kíkja á hvað hinn eru að gera, hvað er að gerast á hinnuborðinu? Er bara ennþá... Já, þeir voru búnir og eru bara að bíða. Já, við erum ekki búin að fá nýtt spil. Nei. Stundum gerist það að það eru fleiri leikir í gangi, einhverjir hliðaleikir. Já. Og þeir geta hægt á þeim spilum sem að við fáum. Akkurat, ef að þeir búnir að spila þeim borðum. Þarna koma 11. Já. Þarna koma 11 inn og nú er leikurinn aftur í játnum. Bara í játnum. Þetta er bara ping-pong. Já, það eru stóra sveiflur hérna í flestum spilum. Mjög. Virkilega gaman að þessu. Og slemmu spila og báða. Nú Rúnar Einarsson og Guðjón Sigurjónsson hafa spilað lengi saman og eru vel samhæft par og þú hefur verið með þeim í sveit og stundum. Já. Og Eiríkur Hjaltason náttúrulega gamall refur í bransanum og Hrannar Erlingsson líka. Þú ert, af því við vorum að tala um árangur Brits landsliðsins okkar í Kaupmannahöfn áðan, þú hefur nú verið í landsliðum Íslandsstundum. Jú. Hvað ertu ekki sammála því að þetta var mikið afrek sem að þeir voru að vinna strákarna? Þetta gefur bara mikið sjálfstraust og bara gaman, virkilega gaman að þeir hefur bara stóðu sér hrikalega vel, sko. Kannski kom sjálfstraustið að Ísland var að vinna Danina í æfingarleikjunum svolítið þarna fyrir mót. Mögulega. Þegar þeir voru að æfa fyrir heimsmeistaramótið og þá vorum við að vinna Danina og enduðu þeir með silfrið. Þannig að þá akkur getum við ekki unnið eitthvað alveg svo hinir. Og hugsaður þess að sjálfstrausti komið. Einmitt, og hugsaður þess að tækni að við erum náttúrulega búin að fylgjast með viðregnu þeir alveg vinstri hægri bara á BBO. Nú er fólk á Tjörnesi og Vestfjörðum og Suðurlandi. Það er að hlusta á bullið í mér og þér og horfa þarna á þennan leik í beinni útsendingu. Svo hefur Bessi verið að æfa pörin alveg hægri vinstri. Það skila sér. En tæknin er nefnilega ekki óvinnur britsarana ef við bara beislum hann og notum hann rétt, sko. Það er mikið sóknarfæri í tækninni líka. Nú eru konur í nýtt spil. Já. Þarna Þarna opnar og endalega reynir einu tíkli, er það ekki bara... Nei, já, þeir eru með inn í einu laufi allar jafnar hendur. Já. Nema 15 og 17. Þannig að hann verður að opna laufi með að því að 10 lofar ójöfn skiptingu hjá þeim. Einmitt. Þetta er svona svolítið vinsælt í dag, að opna einu tíkli þýði ójöfn hendi. Já, og hjartað er yfirfærsla í spaða og ef einhverju veit ekki hvað það er, þá er það að maður meldar 1,60 undir litnum sem maður annars hefði gert. Já. Og suður tekur yfirfærslunni. Og því það væntanlega í 2-3 spaða og bara svona í lágmarki, 11-14. Hann á nú bara 2 spaða, já. Þetta er svolítið vinsælt hérna, þetta yfirfæstur eftir 1 lauf. Einmitt. Og maður kannski hérna... Er þú með svoleiðis? Já. Já, þú ert með svona dót. Og þá kemur 2 tíklasögnin sem hefur ekkert með tíklana 2 að gera sem hann hefur, 10 og 9. Það hljómar örugglega fyrir marga mjög skrýtna samt. Ég hugsa það. En þarna eru þá
hann myndi melda 2 lauf ef hann ætti áskorunar hendur eða alltaf að stoppa í 2 tíklum. Þetta er okkur tvíhleypa. Já, 2 tíklar segir sem sagt já, góð spil og við munum aldrei lenda undir geimi. Geimkrafa og svo meldum við bara eðlilega sagnir eftir það. Og hann á ekki fitt við spaðan, hann er bara tvílit í spaða, annars hefði hann sagt 2 spaða. Eða 2 hjörtu ef hann ætti 4 liti hjarta. En hann veitir endar ekki af tíklinum. Nei. Það er svona verið að það geta að gera allt. En sérðu þetta spil liggur frekar illa. Spaðakóngurinn er vitlaus og laufkóngurinn er vitlaus. Og þetta er mögulega spil þar sem borgar sig ekki spila slemmu. Já. En norðurhöndin er gríðarlega mikil eftir opnun og þetta eru 6 spaðar, þetta eru 6 kontról. Þetta eru 4, 8, 12, 13, þetta eru 17 púntar. Móti 11, 14. Hann á meira að segja 10 í tígli og hérna 10, 9. Spáru því að þeir geti hamið sig? Heldur að þeir... Ég held að hann segir núna 4 tígla, segir hérna, ok, þú veist að hann segir bara 4 spaða. Hann segir bara 4 spaða, þá kannski. Hann er ekki að reyna neitt. Þetta er eina vonin held ég til þess að þeir stoppi. Hann bara vil sína núna, já, lágmark. Já. Nú þarf Frímann að finna þetta níðþungapass. Já. Ég er ekki búinn að sjá hann að gera það. Já, ég held að hann gerir það sko, því að hann kjúaði ekki 4 lauf, ekki 4 tíkla, akkur hérna, það er eitthvað, hann er í skítarlágmarki, en hann mér finnst það nú eiga ekkert alveg svakalega slæmt. Hann fann pass. Já, hann fann pass. Segur. En ef hann hefði byrjað að kjúa 4 tíkla, þá hefði sennilega ekkert stoppað hann. Sennilega ekki. En sko, svo er það bara líka spurning, þarna er nú bara heppni eða óheppni, hvort þú vilt vera í sér slemmu eða ekki. Ég held að maður vilji nú vera í henni, sko. Já, og í rauninni er betri brits að vera þarna í 6 spöðum -1 heldur en að spila... Þegar maður líka getur trompa tíuli góðan, það getur verið einn möguleikinn. Og hann kemur... Já, þetta það er svona svolítið að sénsum. Já. En þarf ekki laufkóngurinn alltaf að liggja og spaðakóngur? Ekki endilega ef að tíullin hefði skilað sér aðeins betur, kannski. Nei, það er rétt. Já, hún er sem sagt, hún er svona rosalega góð. Hann geti svínað spaða núna og svo tekja ás kóng og trompa En nú tekur hann af sér, sko. Ef hann hefði verið að spila slemmuna, hefði þá kannski verið betra að taka á ásinn í hérna... og nei, hann þarf að gera náttúrulega ansi margt, sko, einmitt. Já, það var eiginlega að velja, sko, allar hann að leggja allt á spaðasvíningur og húngangi, þá má hann gefa laufslag, eða sætta sig við að gefa spaðaslag og gera út á tíulinn en fara ekki laufið. Einmitt. Já, hann ákveður að spila þetta svona. Hann er líka bara í 4, hann sér að þetta er ekkert núna er hann að fara að svína laufi seint á síðir. Já. Þetta er dautt spil í 11 slögum, teljum við það ekki, Ómar? Jú, þetta er 11 slagir. Ef að prófa að fara yfir í hinn leikinn, sjá hvernig þeir eru að fara með þetta. Gæti vel orðið sveifla í þessu spili. Allir því sér lokið, getur við fengið stöðuna kannski? Já, þeir fóru bara í 4 spaða og fengu 11 slagi. Ok. Já. Þannig að það fellur. En hér erum við komin að spili 11, þetta er þá 5. síðasta spilið, kæru áhorfendur, sem við berum á borð fyrir ykkur með hjálp tækninnar í úrvalsdeildinni í Brits. Við erum að fylgjast með viðureign. Nú tökum við eftir því, hann opnar á Málingar og Tím Akureyri. Þetta er hérna fyrir þá sem er að detta inn. Hann opnar á Grandi á 10-12. Þetta er uppáhalds Grandi hans Eiríks er nokkuð vissum sem er 12-14. 12-14, ok. Ég er svona grunna það. Eiríkur vill alltaf spila það en hann samþykkir að spila stundum 14-16 en alls ekki 15-17. Hann ásamt bara 11. Ég hugsaði hans það eru svona með 11-14 myndi ég að halda. Heyrðu, en sérðu hvað gerðist? Það var bara doppl, pass. Já. Það er ekkert annað. Það var doppl, pass. Ok, þetta er nú bara spennandi.
Hann grjótharður, hann Páll Þórsson í austur að segja ekki þarna einhver hefði nú bara sagt 2 spaða, en það spurning hver hann á 5 púnta, hann hugsaðar, ok, Makkar á allavega kannski 14-15 púnta, freista gæfunar að vörninni. Ég reikna með að doppelstyrkurinn hjá Pétri í vestur hafi verið efri mörk. Það svona venjan. Já. Efri mörkin á grandinu. Já. Ég held að sé 12-14 hjá þeim. Já. Ég held að Eiríkur sé ekki hlindu 10-13 grandinu, en það getur nú verið. Já. Ég held samt að 14. Hvað fær hann nú marga slægi? Nú kemur í ljós að Laufey liggur mjög illa. Já. Fækkar þá slögum umtalsvert. Tekur hann ekki bara 5 slægi? Jú. Hann komið 3. Ég sé. Hann fær ekkert meira en bara 10 slag og hjartaslag. Þannig að þetta rosa uppskera hjá norðanmönnum ef þetta fer svona eins og down. Spá. Í steindauðu spili, sko. Já, svo það Palli eitthvað tíman á tímapunkt að kalla í spaða, þannig að sé engin vafum að annað en að Pétur taki bara ás og drottning í spaða. Einmitt. Nú ætla ég að leyfa mér að spá. Á hinu borðinu verði bara spilaðir 2 spaðar í austur-vestur. Já, ég myndi held að það væri ekki ólíklegt að þeir spili bara spaðbút. En þetta ansi magnað. Þetta bara, ég vona að gefa Páli og Pétur og Páli það. Þetta nokkuð jöfndreiði sko punktastyrkur. Hann átti 11, átti hann 11 líka í norður, með 22 punkta. Teknir í einu grandi. Svakalegt. Þetta eru tilþrif. Þetta eru mikil tilþrif. En Palli hefur það með sér að ef hann meira þessum efri mörkum, þessum 14, þá kannski þetta bara veisla. Og eins og þetta núna, bara... Já, þetta getur auðvitað misefnast og það var 180. Já, út í staðan fyrir meiri ágóða. Já, og ef það ekki spaðafitt, þá kannski stöndar ekki heldur 2 spaða. Þannig að maður hugsa þannig, ef Makkar á ekkert mikið, þá kannski stendi ég ekki 2 spaða. En sko 50 spaðin samt, sko, þetta nú svolítið freistandi að bara kynkja. Gaml, já. Skora sem þóra. Já, þetta karakter, sko. Enn og aftur passið að virka. Já, einmitt. Passaði þarna. Alveg rétt. Það mikið leksía hér í kvöld. Já, í vafa að passa. Einmitt. Það sumir segja akkurat öfuð, sko. Í vafa melda en ekki passa. Já, akkurat. Ef að skoða, ég held að sé svo smelt. Ég hugsa frestir hefur sagt með 2 spaða, 5 punkt og 5 litur. Já, ég held að líka. Hann hefur séð eitthvað meira að sénsum, sko. Já, þess að snertilenda á hinu borðinu og sjá hvort spáin rætist með þessi hundleðilegir 2 spaðar, tilþrifalausir. Nei. 2 tíklar. Heyrðu? Já. 2 tíklar, já. Já. Hvað heldur að sú sögn hafi margraða merking eða? Hjá Guðjóni, já, það hafi ekki verið tígull og hál... Gæti það verið tígull og hjarta eða tígull og hálitur, annarkvort. Já. Það nefnilega það. Það svona... mekkvel einhvers konar eða dónt, það annarkvort. Já. Þetta svolítið vinsælt að spila á grand, það að melda lit og litur og háttu litin og herri lit. Einmitt. Það gæti verið að hafa mér svo loða tígli og hjarta eða tígull og annarkvort háliturinn. Já. Það svona. Þetta verða í öllu falli nokkur stig, nokkri rimpar til stendur þetta nú til norðanmanna. Nokkur létt, ekki? Jú, ég held að. Þeir eru konum með 3. Já. Þetta eru kannski einhverju 4 til 6 rimpar, mögulega 5 rimpar. Og 1 og hjarta í viðbót. Já, einmitt. En ef þú pælir í því, Ómar, það ekkert mjög mörg spil sem við höfum fylgst með í kvöld, þar sem sagnir eru hinnar sömu, lokasamningurinn hinn sami og niðurstaðan hinn sama, það bara endalaust húðflúr, sko. Já, kannski þeir eru með aðeins ólíka opnunar stíl og já, ekki sama grandkerfi og ekki alveg sama byrjun alltaf á báðum borðum, satt að segja. Það nú það sem að gerir britsið svo óbúslega skemmtilegt að það eru svo margar nýjar breytur sem koma til endalaust. Þarna Palli átti þetta eiginlega
Svolítið, það er þetta 5 impa sving. Já, við erum að gefa hann það. Já. Það er spurning hvorum meginn við að halda okkur núna, hvort við að... Akureyringa konið 3 yfir. Já, nefnilega það. Það er 3 spil eftir. Já, þarna á nú Frímann hans fallega hendi í norður. Já. Vestur hefur leik, hann hefur kannski ekki margt að segja, nema hann... Tapslaga talning... Nema hann vekja okkur svona hreiðjuverka 2 hjörtum eins og maður er farin að sjá staðar með svona lélegt, en ég held að það myndi nú fæstir opna þessu. En ef þú telur tapslagi norðurs, hvað eru margir tapslagir á spil norðurs? Það er einn á spað, 1 á hjarta, 1 á tígul og 1 á lauf, svona bjarsýnistalning náttúrulega. Þannig að þú veist ekki hvernig tígullin, ef það er komið fitt, þar að segja, þá telur tapslagina svona. Og makker á bara geimkröfu með tígul á móti, það er nú enga smá fréttir. Það eru gríðarlega fréttir. Ég held að hann fari bara í ásaspurningu með tígli, bara svona fljótlega í ferlinu. Já. Þeir eru með þetta hérna, geta spurt ása, ekki víst að hann gera það kannski alveg strax, en jú, hann gera það bara strax, ég hef ekki runnaði það. Hann hefur ekkert annað að segja, þú ert komið tígulfittið, ég þarf bara að vita hvað átt marg ása. Ef að makker á 2 ása allir í 6, ef hann á meira þá fer hann bara í 7 sko. Hann á 2 ása reynir, þá endar hann í 6 tíglum. Heldur hann endið þið, já, en eru þeir ekki niður út af spað? Jú, því miður. Óhefnir eru þeir? Það er svolítið eiginlega óhefnið að makker átti 3 spaða. Venjulega á hann kannski bara 1 eða 2. Einmitt. Það er það eina sem að banar þessu spili, það er að spaðan liggur 3-1. Það var svolítið erfitt að vita eitthvað vísindarlega. Já. Nefnum náttúrulega ef hann hefði sagt 3 tígli eða eitthvað, þá hefði reynir sagt 3 spaða. Þetta fór nákvæmlega eins og spáðir, hann bara demdi sér 6 tígla og... Hann er ekki að reikna með spað, það bara eftir þetta. Þetta er óstuð. Og þá hugsa hann, ef að makker á 3, þá verður bara detta 2-2, það verður bara að hafa það. Við skulum gefa okkur að þetta spil fari niður. Fáum að kannski ef tæknumæður geti hent okkur yfir á hittborðið, 1 andartak, ok. Þar var opnað sterkur laufi, 1 grand, 2 spaðar, 3 spaðar, 4 lauf, já. Eru þeir konin í spaðafittið, en voru ekkert að leita tíglinum. Og þeir fundu að stoppa í 5. Já, nú að því að það vantar, sjá þarna, nú kemur ásaspurning, en með spaða sem tropp, ekki tígul eins og heiluborði. Þá á hann 2 ása, 5 hjörtu, því það er 2 ásar og ekki trompdrottningin sem er þá í spaða. Akkurat. Þá er hann hugsað, ok, þá líst mér ekki á það. Hann hélt hann væri í vondu spili núna. Takst eftir 4 lauf, þeir byrja að fyrirstöðum elda 4 lauf, 4 hjörtu, þá á hann ekki fyrirstöðu í tígli. Akkurat. Þannig að hann veit að það er ekki kongur og ekki einspil í tíglamóti. Einmitt. Þannig að þá veit hann að það er alveg líklegur tígultapari og spaðatapari, svona ekki ólíklegur. Einmitt. Og þessi svör við lykilspila spurningunni 4 grönd, þau eru semst í þrepum og þar er fyrsta svar margir spila það engan ás eða ekkert lykilspil eða 3. Já. Næst svo 1 lykilspil eða 4, svo koma 2 lykilspil og ekki þessi trompdrottning sem þú myndist á. Já. Og síðan næsta þrep fyrir ofan og svo er til eitthvað sem heitir 5 lykilspil, er það ekki? Jú, en það er svona sjaldnast að því að það er ekki oft sem spurning þegar hinn á engin lykilspil, en jú, það getur ekki komið fyrir. Já. En sko... Þarna eru sem sagt þeirra... Ættu að fá stöðun og aðtöða hvort hinn spilin málingamenn lokið. Mér sýnist að þarna sjálf... Á sveifluna. Hún er ekki komin, hún er á leiðinni þessi sveifla sko, í spil 12. Þannig að við skulum bara... Næsta víst. Já, næsta víst. Þannig að við förum aftur hér. Norður gefur, opnar á grandi, já. Allir á hættu. Það kemur pass í austur. 12-14 grandi er það sem ég er að held að sé þarna. Eiríkur og hann að spila. Já. Já, nú tekur eftir að hann velur að segja Steinmann hálutaspurningu. Já, gott hjá honum. Með 5 spað og 4 hjörtu. Já, einmitt.
einhverju hefur sagt hérna, akkur segir hann ekki frá spaðanum fyrst og segir svo Hjörtu. Já. Þá það venjan að spurja svona hálit. Já. Og núna í þessu tilfelli fær hann 2 spaða, en ef hann hefði fengið 2 tígla, ekki hálitur, þá þessi sagvenja sem heitir Smólen, sem 3 í litnu með geimkrafa og hann á 4 lit þar og 5 lit í hinum. Já, þú meldar stuttalitiðin. Já, því það ef þú yfirfærir og segir Hjörtu, segir spað og svo Hjörtu, þá lofar 5 og 5. Og hvers vegna meldar maður stuttalitin sinn? Jú, vegna þess að maður vill að makkar spili því að hann á yfirleitt meiri spil. Sterka höndin, já. Þetta svona ekki alveg kannski í bryddskólanum á fyrsta námskeiðinu, en það kemur seinna. Já, Smólen. Já, Smólen. Að gera fyrir ykkur áhorfendur að fletta upp þeirri sagvenju ef ykkur langar til þess að bæta einhverju skemmtilegu í vopnabúrið. Nú hann í engu vafu þegar hann fær spaðan á móti, þá bara fer hann í 4 spaða. Já. 11 punta á móti 12-14. Og þetta tilþrifa gott fitt. Já, þetta tilþrifa lítið spil sýnist mér, það ekkert sem haggar 4 spöðum og þarna þarf slys til þess að þetta spil falli ekki 6. Þeir eiga 2 tígul og 1 á hjarta. Já. Og þó að sé hérna lítið út fyrir að vera eitthvað stunga, þá trompar hann bara með það kemur tígul og ef það kemur aftur þá trompar hann bara með háu. Já. Þetta verður ekki Ef að fá að sjá Giskum að þetta fall, ef að giska á þetta falli. Ég held að þetta sé eitt af örfáum spilum í leiknum sem bara ekkert að frétta af. Ef að sjá hvernig þeir eru að melda á hinu borðinu eða hvort þeir eru búin að því. Það er opna á laufi, 1 hjarta, já, sem yfirfærslu spaða og hann stekkur til að sína... Á 4 lita fitt í spaða og samt bara lágmark. Já, einmitt. Bara 12, 11, 14. Akkurat. Spáði þá ekki að Reynir Helgason bara... Kýli bara, hann hefur svipaður upplýsingar á hinnu borðinu. Já. Stekkur bara í 4 spaða. Já. Giska hann, tvína hann ekkert við það. Nei, en eitthvað nú svona að tvínuna. Nefn hann hafi bara skroppið og fengið sér meira kaffi. Það gæti verið skýringin. Já. Hann sé náttúrulega ekki, kannski vill hann sína innspilið, eitthvað svona vísindi, ef það kemur illa við hann að stoppa. En hann samt á hættunni, maður vill ekki bara vaða í þetta og vona það besta. En Ómar, minn kæri vinur, ég átta mig á því að þetta næst síðasta spilið í leiknum. Þetta næst síðasta. Vá hvað þetta hefur gengið hratt fyrir sig. Það alveg bara með ólíkindum. Algjörlega. Og samt hefur ekki vantað dramatíkina og hérna svona og í rauninni alls konar stöður, skemmtilega stöður sem hafa komið upp. Já, nú hann að telja tapslægina, hann á 1 á spaða, 1 á hjarta, 3 á tígul, 1 á lauf, 6 tapslægi. Heyrðu, hann stekkur í ásaspurningu. Þá held ég að sé annarkvæmt einhver miskilningur eða þá skýringin okkar með norðurhöndin að hún sé ekki alveg að passa. En það fór allavega ekki þannig að þetta spil fjalli í steintöðum 26. Það eitthvað miskilningur hjá að ferða, þannig að hann var 11 punta. Já, sagt miskilningur á ferð. Eins og að sé eitthvað glemt sér að þetta væri reverse samt, já. Já. Þannig að ég alltaf að segja 1 spaða. Það nú eða fæsti gera, sko. Þetta, já, flestum þýðir þetta, það var 12-14, sko. Mér finnst mjög gott hjá þér að bara velta því upp að þessu mistök, því að við gerum öll mistök stundum í þessu spili. Það eitthvað gæti að hafa glemt sér þarna, kerfinu. Og það þarf mjög mikla einbeitingu, mikið fókus til þess að gera aldrei mistök. Þetta er að segja, kemur óvart. Já, þetta kemur svolítið óvart. Þeir eru mjög vanir saman, þannig að það er ekki eins og... Þetta er rosalega dýrt í næst síðasta spili. Þetta er beint 3 slagi, bara eins og hann áðan. Já, það er ekki hægt að gefa þetta, held ég. Nei. Þannig að þarna eru mikil tíðindi í næst síðasta spili. Hvernig var nú staðan aftur fyrir þetta stórslys? Já, er ekki hægt að gefa það. Segjum aldrei að segja aldrei. Ef það kemur hjarta og hans finnst það ekki tígul. Það var 10 imbamunum fyrir þetta spil. Já, þú meinar? Það held ég að sé... Hann samt að horfa á borðið, sko, eigðuna. Það held ég að verði ekki mikið mál fyrir það að taka þessu. Nei, skulum fylgjast með þessu. 3 slagi, sko. Þetta er ekki alveg búið. Hann tekur trompin, leikur 2-2. Planið hans er að reyna að kasta tígli eins og bendir á niður. Það eini sénsinn að þeir taka ekki tígulslægin og ná að henda í
hjartað. Hérna Rúnar segi dúkka réttilega, nú spilar hann spaða á Gosan og reyna þar, eða ég veit ekki hvað. Já, hann spilaði spaða á Gosan og hérna hjarta Gosan segi. Spilaði hjarta Gosan og já, nú fræðilegu möguleik að spili verið gefið, en okkur finnst það ólíklegt þetta ekki. Spila líkli. En við sjáum allar hendur. Já. Hann veit kannski ekki hann á svo kóng hvað það makkar. Já, hann myndir spila hjarta 5-munni núna þá til hann leysir þetta allt saman. Vandamálið. Bara vel gert hjá þeim og verðskuldaðir 12 impar plus. Það var 12 í mun. 12. Já, þeir eru þá Málning kom með þessi góða fórustu. Já. Fyrir síðasta spil. 24 impa ef mér skjöplast ekki. Já, 22 impa mun. 22 impa, já. Mitt. 15,66 sem Málning færi að þetta endar svona. Já. Og þetta nú bara með stærri sigurum sem við höfum séð hér í þessum sjónvarpsútsendingum. Ef þetta fer svona að það veri ekki tíðindi í síðasta spili sem það geta auðvitað vel orðið. Ég var að hugsa hvort það var að hugsa að gefa áskorun í geim, var ekki í geimið. Ég var líka að hugsa Hvarlaði ekki að mér að sjá 4 grönd. Nei. Það eins og ég segi, ég hallast á að það hafi verið einhver mistök. Miskilningur. Já, einhver miskilningur, sko. Svo hefur maður stundum bara, maður leggur gleraugun frá sér, kannski fannst honum að það veri stæðið 3 spaðar á tölvunni fyrir framan hann eða eitthvað. Ég veit það ekki. Ég reyna að vera málsvari reynis. Herru 10 grand, 2 lauf, 3 lauf, pass. Já. Þeir fara ekkert inn á sagnir neitt, þannig að þetta er bara mjög góð bridds fyrir austur-vestur, frábær niðurstaða. Hvað áttu Norðsuður í spilinu ef eitthvað? Þeir gefa 2 tígul, 2 lauf. Og allavega... Þeir áttu 2 spaða, sínst mér, mögulega. Já, þannig að þetta er svona parskor líklega, bara 3 lauf. Ef að giska á þetta falli? Nei, ég er alveg hættur að giska á það að einhver spil falli. Ég held að spili 4 spaðarnir á þann og væri nú svo steindautt spila. Og það hlýta að falla, en hérna, nei, nú er ég alveg hættur að spá. Nei, nú að ná 10 punkta móti opnun og gefur hérna áskorun með 3 laufum og hinn er ekkit að hefur það aðtuga. Og það sem að... Aldrei segja það. Og hann niðurmeldar spilin, þótt hann er í 4 kontról, ef við teljum 2 í ás og 1 í kongi, þá hérna niðurmeldar hann náttúrulega spilin sín vegna þess að hann er með ömurlega skiptingu. 4-3-3-3. Já. En hann á svona kontrólaríkt, en ekkit stórt fitt neinstæðar, þannig að það er ekkit... Nei. Ef við kannski að... Það var sjálfsagt að reysa samt í 3 ef að makkar getur alveg upp ágætt að spila við 2 laufum. Hárrétt, hann þarf að halda lífi í því. Hann gæti alveg upp 15-16 punkt á þess vegna. Einmitt. Ekki fyrir stökki, sko. Akkurat. Ef við sjá síðasta andadráttin á hinu borðinu, sem er talinu ofarlega og bara svona í gríni, það er bara 1 grand, sko. Allt rólegt. Já. Það er takaði nú 5 á spaða. Já. Og 1 á hjarta. En síðan ekki söguna. Síðan ekki söguna meir. Það er bara 6 slægir. 7 slægir, það er að segja í sókninni. Já. Þannig að Team Akureyri mér mætti að tapa 1. Hann getur ekki annað en fundið hjartað því að það er ás og drottning hérna rétt. Þannig að Team Akureyri tapar sannlega 1 impa. Eru ekki reiknað það kannski út á þessu spili? Já, hinum megin 100 og hvað fengur? 110? Já. Jú. Og þannig að stór sigur Málingar er staðreind. Já. Og áfram heldur óstuð Norrlendinga, Team Akureyri í þessu móti. Þessu móti. Þótt sannarlega hafi þeir verið að spila vel á öðrum vígstöðum. Algjörlega. Þetta er líka mjög sterkt mót, það geta allir unnið þarna, þeir vinna Íslandsmeistarana og þeir svo tapa fyrir þeim og það geta allir unnið alla í þessu móti. Akkurat. Og þarna er komin upp lokastaðan, þetta er gríðarlega mikill munur, 15,66 gegn 4,34.
En þannig vill til Ómar að ég veit til þess að það annar leikur sem endaði með enn meiri mun og mér skilst að þú hafi komið að því. Við biðum með það að greina frá úrslitum þess leiks vegna þess að í kvöld þá vorum við að fylgjast með þessari spennandi viðureign, málingar og tímaangurri. En þú var semst að spila í þessu móti í gærkvöldi. Við hverja varst að spila og hvernig fór leikurinn? Já, við spiluðum við Frímann í klukkan 7 í gærkvöldi í þessar umferð sem var síðast. Svo spiluðum við Hilton fyrsta leikinn í 5. umferðinni. Já. Og já, við unnum þá mjög stórt og við vorum nú bara neðstir eftir 2 umferðir en við erum bara komin í toppbaráttuna. Þú segir við? Í Tíminn og vatnið. Tíminn og vatnið. Þannig að við vorum á tímabili neðstir og erum bara með þeim efri núna. Ég náttúrulega þá eftir að spila margar leiki þarna. Málinga nú held ég þarna fyrir ofan okkur, þannig ég segi það ekki með þessu úrslitum. En hvað vannstu stórt í gærkvöldi? Það fór eitthvað nálægt 19-1. Já. Það fór eitthvað nálægt. Það var dálítið meira svingum okkar dálk þessu sinni. Mögulega dramatískustu úrslit sem hafa bara orðið þessu móti. Ég hef ekki séð 19-1 í nokkur annari viðureign. Nei, það gekk allt okkur í hag. Já, þú hefur verið alveg sjóðheitur. Já. Já, og þið allir hinir. En hvernig reynsla var það að koma hér sem gestur og svona greina spilin og fylgjast með þessu í beinni og reyna að færa þetta yfir á mannamál fyrir áhorfendur? Þetta var bara mjög gaman sko. Maður missir alltaf þegar maður fer bara í þetta eitthvað svona són hérna. Já. Þeir spiluðu svo hratt, þannig að það var svona tímabilið erfitt að fylgjast með öllum spilunum. Akkurat. Allavega öllum pippunum, en svona við náðum nú alveg að fylgjast eitthvað. Já, og maður bullar náttúrulega alltaf eins og á að vera og gerir mistök í greiningunum. Ég sagði líka við Magga, ég hef ganað blaðurum breytt, þannig að... Já, þú bara hárréttur maður á hárréttum stað. Kæra þakki fyrir komuna, Ómar. Já. Og ég ætla að minna takk fyrir komuna. Ég held ég að horfi þessa vel, það ekki þannig? Ég ætla að minna ykkur sem elskið bridspilið á það að Íslandsmót helgina. Það Íslandsmót öldunga, eða eru fædd 1965 eða fyrr, þá getið þið tekið þátt í sveitakeppni sem hefst í fyrramálið og svo tvímenningur á sunnudegin, bara gaman. En öðru leyti þá þakka ég ykkur kærlega fyrir samverðinu og þakka Mattíasi fyrir að koma fyrir hönd Bridsamsins og ræða þetta mikla afrek sem við fórum yfir í upphafi þáttar með stórkostlegan árangur íslenska landsliðsins okkar á erlendri grundu og spennandi leikur að baki og kæra þakkir Ómar fyrir að koma hér og aðstoða ykkur. Verðið sæl og góða nótt. Góða nótt.